og rifja upp Drottinn minn hvað þú hefur tíman okkar að segja og gefðu okkur þá náð að hugur okkar og hjarta minn hneigjast að þér og taka við því sem frá þér kemur og við sjáum með augum okkar hvað þú ert að gera. Við sjáum hendur þínar í verki, við sjáum fingur þinn snerta samtíð okkar og við byggjum fyrir Drottinn minn að allt það sem við erum að skoða að það megi verða okkur til góðs og hjálpar og það megi vekja okkur upp til að hafa næmari skilning á því sem að við erum kölluð til að gera þig dýrlegan, blessa þig og eiga lifandi og yndislega samfélag við þig daglega. Í Jesú nafni. Amen. Heyri þá amen við því. Amen. Þá set ég... hann á mute? Nei. Hann bara ekkert á mute. Já, ætlaði heyrist ekki bara... Já. Við erum að ræða þessi atriði sem að ég set hérna upp og við tökum aðalega fyrir Mattheus, Markus, Lúkas og Postulasöguna og þetta endurkoma Jesú. Allir þessi staðir fjalla einmitt endurkomu Jesú. Við vorum að fara í þetta daginn og þetta á alveg erindi til okkar trúi ég. Við sjáum að þessir þættir, þeir snerta bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið, en ég ætla aðeins að minna ykkur á það sem að talaður í Gamla testamentinu sem snertir Mattheus og síðan sjáum við að Daniel, hann talar þetta í 9. kapitula, 11. og 12. og svo kemur fram í Makkabæjabókinni sem að ekki í þeirri biblíu sem að ég með, heldur bara í 2007 útgáfunni. En þar fá menn að vita hver viðurstigð eyðingarinnar sem var sett upp í helgidóminum. Og svona, til að stytta málið, þá var það bara eins og skurðgoð. Bara skurðgoðdýrkunin var leidd inn í musterið og hún var leidd inn í tjaldbúðina. Og þetta svolítið athyglisvert að Jesús skuli nota einmitt þetta sem tákn tímann sem hann kemur. Það verður skurðgoðdýrkun sem kemur þarna í ljós líka. Þegar við skoðum næstu glæru, þá kemur fram að við endurkomu Jesú, að þá kemur dómur yfir þjóðirnar. Og þetta bæði nefnt í Jesaja og í Mattheusi, og við vitum bæði að það Jósafatsdalur, hann nefndur til sögunar í Jóel, og svo sjáum við að í Jesaja talar nýjan himinn og nýja jörð. Þannig að þessir þættir eru tengdir saman. Dómur yfir þjóðunum og nýr himinn og ný jörð. Og við höfum stundum viljað fá svona betri aðskilnað, hvort það verði ekki að við verum hrifin upp og við verum fjarlægð og verðum ekki nálagt neina af því sem að heiti dómur Guðs, en það sem að við vitum ekki alveg, það hversu skarpar línur þarna eru á milli. Við getum mikið frekar sagt, þetta eins og þegar degi tekið að halla og kvöldið að síga á og við sjáum rökkrið að koma yfir. Þannig að það alveg greinileg breyting á birtustigi þegar degi tekur að halla, en það ekki alveg bara klukkan 6 að þá orðið dimma, en 1 mínútu fyrir þá bara sól og blíða. Svoleiðis að við stöndum svona svolítið á þessum tímamótum, þar sem að breytingarnar að verða býsna miklar. Við höldum aðeins inn í þessa endurkomu tíma því að það ákveðin tákn sem okkur sagt að muni fylgja. Að koma tákn fram og það er svolítið athyglisvert að sjá að það fyrst og fremst við vörum við með ákveðnum táknum. Það eru margir kristar sem munu koma fram. Og svona í 2000 ára sögu Evrópu, þá höfum við varla haft fleiri frelsara og gleggri dæmi frelsara sem að koma og krista sem að eignast þjóðirnar. Það varla svo að það ekki maður með mönnu nema stundi jóga til dæmis. Það allir komnir inn í þetta og flestir af þessum sem stunda jóga skilja þetta bara sem teygjur og leikfimi og sjá ákveðna hollustu í þessu.
Þeir sem að þekkja hindúisman vita það að hver einasta stelling sem jóga að bjóða þér upp á táknar og hefur merkingu. Og það sem þetta táknar ákveðin dýrkun til þessara hindúsku guða. Það víst alveg nóg af þeim. Þeir eru að tala að þessi 330 milljónir, svoleiðis að það er meirinn einn á mann hér á Íslandi allavega, en þetta að fljóta inn. Og svo ramt kveður að þessu með þessa krista, nýju krista, að við Hrefnabrynja við fórum að Hólum í Hjaltadal, þar sem að biskupsstóllinn og þá var verið að bjóða okkur upp á fyrirlestur einmitt jóga í kirkjunni. Og við fórum náttúrulega full eftirvæntingar og hlustuðum á og gerðum athugasemdir og ræddum, og þá sagði fyrirlesarinn, sem ég þótti mjög merkilegt, að jóga þýðir í raun og veru vegur og það eru margir vegir til Guðs. Svo ég sagði þetta þá afskaplega mikil áskorun til kirkjunar sem boðar aðeins einn veg. Og það Jesús Kristus sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvernig getur þetta farið saman að kirkjan boðar jóga marga vegi og ætli að sleppa þá Jesú Kristi? Andstaðan við Krist, Jesúm Krist, einmitt jóga, til dæmis. Það fleira. Við sjáum líka að hann nefnir þarna hernaðinn og ófriðartímann, og ég held að við förum ekkert varhluta af þessum fréttum. Þetta eiginlega út allt, og það nú bara sorgarsagan sú að við erum búin að heyra fréttir ófrið bæði í Rússlandi, Sovétríkjunum fyrirverandi, við erum búin að heyra þetta milli Ísrael og Palestínumanna, þetta út allt í Arabaríkjunum, þannig að allstaðar logar einhver ófriður. Og við vitum það alveg að hernaður þjóðanna, hann verður ekki stöðvaður. Og þið heyri líka að við Íslendingar, þessi friðelskandi þjóð, við erum saman í NATO, í hernaðarbandalagi með Tyrkjum, svo að við stöndum ekki alsaklaus í því að vera í hernaði. Þetta meir og minna út allt. Og svo var Tryggvi Hjaltason að segja mér í gær í fundinum, þegar hann sótti með Bandaríkjanna hér, þá voru áhöld á því hvort hann gæti fengið inngöngu, en hann hafði orðaði við þann sem hann talaði, ég get ekki fengið herþjálfun á Íslandi, þess að Bandaríkjaher fór frá Íslandi, og þá fekk hann ræðu, þar sem að kallinn sagðist vera svo ósammála því, við þurfum að passa heimskautasvæðin. Og fyrir bragð þá skrifaði hann mjög jákvæða umsögn Tryggva, og svo Tryggvi hann fekk þjálfun hjá Bandaríkjaher, svo eitthvað sé nefnt. En það kemur fram að veru þjóð gegn þjóð, ríki gegn ríki, og þegar gríska nefnir þessi atriði, þá notar hann orðið ethnic. Þetta ethnic. Og þetta ethnic þýðir í raun og veru kynstofn. Þannig að við getum sagt að það kynstofn gegn kynstofni. Og þetta kannski leysir okkar skilning, þannig að við skiljum að meðal annars að ríkin í Afríku, þau eru ekki endilega laus undan þessu, vegna þess að þau geta farið bara losnað upp og uppflosnað, vegna þess að það kynþáttur á móti kynþætti. Og við sjáum alveg hiklaust þetta með Rúanda, að það var hútúar á móti tútsum, þó að þeir ættu sama landið. Og ófriðurinn, hann fylgir í raun og veru manninum. Og þetta svo athyglisvert þegar við tölum hernað ófriðartíðindi, þá þetta mjög mikill dómur yfir manninum sjálfum. Við erum alveg óttalegar grimmdar skepnur. Það eru fáir, eða það eru fá dýr, ef ég má kalla okkur dýr, sem eyða jafn mikið af afkvæmum sínum eins og við mennirnir. Og þetta teljast vera mannréttindi. Svo við getum alveg séð að þetta mjög auðvelt í framkvæmd, þjóð gegn þjóð, ríki gegn ríki. Við vitum að það vera hungur, landskjálftar og hatur. Og þegar ég nefni þetta, að Jesús talar hungrið og landskjálftana, þá getum við sagt þetta náttúrufyrirbæri.
Hungrið kemur vegna þess að regn vantar og eitthvað svoleiðis að. Landskjálftarnir koma vegna þess að það spenna í skorpunni og eitthvað fleira í gangi. Við kannski vitum miklu meira jarðskjálfta í dag heldur nokkuð tíman áður. Og það kannski vegna þess að við bara mælum þá núna. Við fylgjumst með þeim. Og við erum að heyra að jafnvel á Íslandi þá eru yfir 1000 skjálftar á sólarhring þegar þessar skjálftarhrinur eru. Og þá þetta eitt af táknunum sem að Drottinn notar. Ég vil spyrja sjálfa mig, getur verið að þetta sé dæmi þessa ókyrrð í náttúrunni sem Páll postuli vísar til? Hann talar þetta í Rómverjabréfinu og ég held að við séum alveg í góðum stað til þess að taka mark á þessu að það eru ákveðin undur náttúrunnar sem að við erum að glíma við og eru allstaðar kringum okkur. Nú hatrið, það tilviljun að hatrið sigraði í síðustu Eurovision-keppni í Ísrael? Það tilviljun að hatur var það sem að koma upp á borðið og Íslendingar vildu og hljómsveitin kallaði sig hatur? Ég held ekki. Ég held að við sjáum að bæði hjá mönnunum og í náttúrunni þá svolítið mikil óheilla þróun í gangi. Og ég spyrjandi yfir því hvort að við eigum ekki akkurat að læra að lesa þessi atriði. Og ég trúi því bara að fyrst að Jesús Kristur notaði þetta sem mælikvarða, þá mikið að marka þá. Og við mögum alveg taka eftir þeim. Við sjáum líka falsspámenn, villa og lögleysi mun koma fram. Og þetta einkenni þess tíma áður en Kristur kemur. Fer eitthvað lengt með þetta lögleysi í okkar tíma? Þetta eitthvað á huldu varandi falsspámenn með okkar tíma? Og þetta eitthvað skrítið eða hulið að lögleysið skuli vera komið á svona hátt stig? Og meira þess að ég var að nefna við ykkur bara að í Hæstiréttur Bandaríkjamanna hann var að missa einn dómaran í nótt og hún var þekkt fyrir frjálslyndi. Og hvaða frjálslyndi var það? Jú, það sem að við myndum kalla lögleysi þegar mennirnir eyða börnum sínum og það á að vera mannréttindi. Þegar mennirnir fá að lifa kynvillu og það á að vera mannréttindi. Og við sjáum að þetta allstaðar að koma á í öllu samfélaginu. Við megum alveg taka mark á þessu. En svo kemur þetta að kærleikur flestra með kólna. Og það atriði sem kirkjan þarf að skoða. Það kemur yfir okkur. Það vandamálið sem kirkjurnar að glíma við. Af hverju koma fáir, af hverju ekki fólk svona upptekið af Kristi, af því kærleikurinn hefur kólnað. Og þetta held ég að við þurfum að fara að undirstrika hjá okkur, vegna þess að við þurfum ekki að missa kærleikan, þó að flestir kólni. Við verðum að hita okkur sjálf upp og leyfa kærleika Krists að vera með okkur. En það skrýtnasta við þetta það, að þegar þú elskar Jesú og orð Drottins og þú leyfir því að hljóma, þá þú allt í einu dæmdur eða dæmd sem kærleikslaus. Og það skekkjan í kirkjunni. Við eigum fyrst og fremst að elska Drottinn Guð af öllu hjarta og svo náungan eins og okkur sjálf. Og í þessu fylling lögmálsins, boðar hana 10. Fyrst Guð, svo náunginn, svo kem ég. Og þannig erum við komin með þennan stað að kærleikur flestra mun kólna og við erum að heyra þetta gerast hjá okkur öllum. Þetta samfélag okkar, þetta kirkjan og þið heyri líka að þetta mætir kirkjunni þannig að við sjáum jafnvel að menn farnir að reyna að tala eins og tíðarandinn vill heyra. Og kirkjan að reyna að fá samþykki tíðarandans fyrir tilveru sinni. Það eina sem hún mun uppskera, það það að þeim mun bara segja, heyrðu, við viljum ekki hafa þetta Guðsorð, bara við búum til okkar eigin kirkju og þetta bara okkar eigin trúarbrögð, ríkisrekin, samkvæmt sósíalisma eða eitthvað svoleiðis sko. Það bara eitthvað pólitísk stefna sett yfir. En við fáum líka að vita það að í Biblíunni talað það að
ritningarnar, þær eru bara grundvöllurinn. Hún grundvallast á spámönnunum og postulunum og Jesum sem hyrningastein. Þá komum við að þessu atriði hérna. Við fórum ekki inn í þetta síðast. Og þetta svo fyrri, við getum eiginlega séð að Biblían hún að boða okkur eins og 2 endurkomur. Við höfum ekkert átt mjög auðvelt með að skilgreina hvort hvað. En þegar þú ferð að lesa þetta saman, að þá getum við séð að þetta eru 2 atburðir sem við ætlum náttúrulega ekki að kalla endurkomur, en þetta eru 2 atburðir sem að liggja eins og hver annar eftir hinum. Og ef við förum í Mattheus 24:27, þá komum við inn á það að Biblían talar og Jesus segir að hann muni koma eins og elding. Þegar eldingu lyftrar frá austri til vesturs. Og þá, hvað eru margir sem sjá eldingu? Við sjáum hann bara í einu augnabliki, við vitum ekki alveg hvað þetta tekur langan tíma, en svo mun verða koma mannssonarins. Og svo síðari, hún í 30. versinu, og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Og það eins og elding? Eldingin að lýsa seinni komunni líka? Eða við að tala 2 konar vitjun, önnur verður á augnabliki og við verum bara tekin með Jesú Kristi og menn munu varla taka eftir honum, verður hin miklu hægari. Og það það sem ég spyrjandi yfir, af því að við höfum ástæðu til þess aðeins að velta þessu fyrir okkur. Þið munið eftir því sem Páll postuli segir. Og þá hann tala ef við förum í 1. Kórinthubréfið, þá hann einmitt að tala að við munum umbreytast í einni svipan við hinn síðasta lúður á einu augabragði. Og það þessi endurkoma sem gerist bara mjög snögglega. Ég ætla að fara með ykkur í 1. Kórinthubréfið. Það ekki 11. kaflinn? Og þá Jesús Kristur að koma og það ekki 11, 15, já. Það sem þetta Og það svolítið athyglisverður þáttur sem að Páll nefnir hérna, þegar menn munu umbreytast í einni svipan á einu augabragði. Vers hvað? 40. Á 51. Sjá, ég segi yður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. Og við verðum þá, eins og við sjáum í versi 44, það sáð jarðnesku líkama en upprís andlegu líkami. Ef jarðnesku líkami til, þá líka til andlegu líkami. Þannig ritað, hinn fyrsti maður Adam varð að lifandi sál, hinn síðari Adam að lífgandi anda. Og hið andlega kemur ekki fyrst, heldur hið jarðneska, því næst hið andlega. Og hinn fyrsti maður frá jörðu og hinn síðari frá himni. Þannig verið að bera saman Adam sem var skapaður, gjörður af jörðu og hinn síðari Adam sem fættist af Maríu, Jesús Kristur, og þannig munum við verða honum lík. Við fáum alveg samskonar líkama og Jesús Kristur fékk eftir upprisuna. Og það svolítið athyglisverður þáttur vegna þess að það var hægt að snerta Jesú. Hann gat brotið fiskinn og borðaðan með þeim og við sjáum alveg að Jesús hann hegðaði sér líkamlega eins og hann væri einn af þeim. En svo voru vandræðin að samkoman hófst og Jesús Kristur kom allt inn á samkomuna og hann birtist bara meðal þeirra. Það sá hann enginn komin inn dyrnar og það sá hann heldur enginn fara út dyrnar. Hann gat komið og horfið og þannig held ég að verði okkar næsta tilvera. Vegna þess að Páll að nefna þetta við okkur, hvað muni gerast í einni svipan. Og ég spyrjandi sjálfan mig, það þannig sem að við sjáum
að við munum umbreytast í einni svipan á sama hraða og eldingin kemur. Þannig að þetta mun bara gerast á ljóshraða. Og persónulega þá held ég að það verði þannig að þegar fyrri atburðurinn á sér stað, þegar eldingin kemur, þá verðum við hrifin upp til funda við Drottinn í loftinu. Við munum hverfa á einu augnabliki. Síðan seinna meir, eftir svo 3,5 ár, þá mun Kristur koma í mætti, veldi og í mikilli dýrð. Eins og við sjáum hérna í 30. versinu. Og þá munum menn sjá allt aðra endurkomu. Þá mun hann kalla sauðina, aðskilja sauðina og hafrana. Og þá mun hann ganga í dóm við þjóðirnar. Þá mun verða gríðarleg breyting á þessari jörð. Og ég segi, þetta það sem við erum ofta að tala þessa endurkomu, en við erum ekki svo oft að nefna þessa, eða við nefnum þetta bara sitt á hvað. Og við erum bara með þetta svona í gangi, að það einhvers konar endurkoma sem á sér stað. Og ég held að við eigum alveg erindi með þennan boðskap til þjóðarinnar. Ég held til dæmis að flestir kristnir á Íslandi, þeir eru orðnir mjög ruglaðir í þessum þáttum. Og þú heyrir mjög gjarnan að ef kristnir menn að tala endurkomuna eða upphrifninguna, þá eru með þrenns konar útgáfur af henni. Það fyrir, í miðjunni eða eftir. Og menn eru svona spekar í þessu hvort þetta verði. Ég held persónulega að upphrifningin hún verði áður en tími Antikrists að fullu komin inn. Ég trúi því að við munum byrja á að sjá hann flæða inn. Við munum þurfa að taka ákvörðun þegar kemur að því að við þurfum að velja hvort við ætlum að fylgja honum eða vera í einhverju óöryggi, þá þurfum við að taka ákvörðun. Og það bara, vilt þú fá merki dýrsins? Og þú þarft að segja annað já eða nei. Og þú veist alveg að það getur enginn keypt eða selt nema að hafa merki dýrsins. Þannig að það alveg sama hvort þú átt peninga í banka eða húseignir eða hvað sem það þú getur ekkert notað af þessu nema að taka merkið á þig þegar Antikristi fer að ríkja. Og þetta mjög ögrandi fyrir okkur. Þannig að við getum sagt það verður bara hagur allra ef þú átt nógu mikið í frystikistunni, þá hefur nokkra daga til þess að lifa af. Og við getum alveg séð að menn hafa svo sem bent á þá leið að hafa svona ákveðna birgðasöfnun í gangi. Við bara förum í búðina hjá Þóri og fáum að kaupa og bara hann skrifar hjá okkur, svo bara eftir endurkomuna þá komum við og gerum upp. Þú veist, við erum með alls konar svona þætti sem að geta komið upp. En eitt alveg örugt mál, þetta mun verða. Og hvort sem ég skil þetta alveg hárrétt núna eða ekki, þá það kannski ekkert aðalatriði. Því að minn skilningur ekki höfuðatriði. En frásögn Biblíunnar, hún það. Og við erum alveg vissum að þegar þetta kemur til umræðu, veltum þessu fyrir okkur. Ekki taka þá afstöðu að ef einhver ætlar að verða í gegnum þrengingarnar og hitta Jesú Krist bara við þetta augnablik og ganga í gegnum alla erfiðleikana, þá skulum við bara segja við hann, við biðjum fyrir þér. En ef hann segir að við ætlum að sleppa, þá mun hann örugglega segja, já, þú ætlar að sleppa ljúft úr þessu eða einfalt úr þessu. Það getur vel verið að við höfum í þá tilhneigingu til þess að forðast allt sem heitir erfiðleikar og þjáningar. En í gegnum 2000 ára sögu Biblíunnar, þá bara erfiðleikarnir og þjáningarnar ekki svo langt undan. Þær hafa fyllt kristinni trú alveg til þessa dags. Og áður en ég sleppin alveg þessu atriði, þá ég að fá að nefna þetta við ykkur sem kemur hérna á eftir. Það auðvitað fylgifiskur endurkomunnar. Það hvað mun verða rétt áður en að endurkoman á sér stað. Hún ekki að hlýða mig núna tölvan. Sjáum til hvað hún gerir. Hún hefur sofnað á leiðinni, búin að tala mikið. Og það af því að við tölum gjarnan já, það bara næsta, bara ítt á já.
í Danielsbókinni, þá erum við minnt á einmitt þessa þætti. Og ég held að þetta sé fylgifiskurinn sem að við köllum þjáningarnar fyrir þennan tíma. Að í Danielsbókinni 5. kapitula, þá sjáum við hvernig Babyloniumenn tóku helgi áhöldin og þeir fóru að nota þau. Og ég svona að tengja þetta svolítið saman við þá hugsun að við sjáum svo auðveldlega að menn vilja tengja saman guðsdýrkunina og pólitíkina. Og þetta búið að vera hjá okkur alllengi að við erum búin að búa við þjóðkirkju. Þjóðkirkjan arfur frá Danakonungi. Þegar Danaveldi var uppi, þá var það eins og skylda Danakonungs að halda þjóðunum eða þeim þjóðum sem hann réði yfir undir sama kennivaldi. Þannig að það var ekki endilega trúfrelsi í Danaríki. Þetta gerist eftir að katólska kirkjan missir völdin. Hún var eins og einvaldur á sínu sviði. Svo kom mótmælendakirkjan eða lúterska kirkjan. Hún var alveg eins og einvaldur líka. Það var bara skipt svona ákveðnar forsendur sem þeir höfðu en ekki megin struktúr eða megin uppbyggingu. Og við sjáum, og ég get alveg séð það, að þegar við komum og kynnumst Danielsbókinni og þessum atriðum í Babyloniuríkinu, þá sagt þetta hér. Þá bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfurker sem Nebúkadnesar faðir hans hafði haft burt úr mustrinu í Jerúsalem til þess að konungurinn, stórminni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Það var rosalegt fyllir í höllinni. Og þá tóku þeir helgi áhöldin og blönduðu þeim saman við sukkið sem var í höllinni. Og þá getum við séð að sukkið og helgidómurinn rann saman í eitt. Það líkaði Guði ekki. Á þeirri nóttu, eftir að þetta gerðist, að þá var dómurinn yfir Babylon fullnægður. Þá bara gekk Guð í dóm við Babylon. Því að í 5. versinu sagt, á sömu stundu komu fram fingur af mannshendi og rituðu á kalkið á veggnum í konungshöllinni Mene, Mene, Tekel, Peres, Ufarsín. Og þetta greinilega persneska sem geymt þarna í Biblíunni. Þegar við förum að tala þessa þætti, þá dregi þetta aðeins nær okkur í tíma, vegna þess að hafi sörgun helgidómsins og helgi áhaldana á dögum Daniels konungs verið sagnæmt athæfi. Og Babylon fengi dóm sinn á þeirri sömu nóttu og þau blönduðu saman hinu háhelga frá gyðingunum og inn í sukkið í höll Babelkonungs. Hvar stöndum við þá? Af því Guð í gær og í dag hinn sami. Og ef við sjáum að þetta að gera hjá okkur, að við sjáum að við höfum tilhneigingu til þess að blanda saman hinu heilaga og vanheilaga, hvar stöndum við þá? Förum aðeins inn í þessi 3 atriði. Þegar helgiáhöldin og musterinu voru tekin fram í Babylon, þá sömu nótt féll borgin fyrir Medum og Persum. Og þetta var ekki tilviljun. Þá sömu nótt skrifaði Guð á fingri á kalkveggina í höll Babelkonungs. Við sjáum líka eftir að Rómaveldi eyddi Jerúsalem ásamt musterinu 70 eftir Krist og tóku helgi áhöldin til Rómar, þá liðu 9 ár frá því að Vesúvíus sprakk og tvær borgir í Rómaríkinu hurfu. Það Pompei og Herakúlum. Þetta tilviljun? Við getum gjarnan sagt, já, það ekkert sem tengir þetta saman. Það ekkert sem tengir þetta saman annað heldur en að líta til hvað varð Babyloniumenn þegar þeir fóru að sörga áhöldin. Hvað varð Rómverja þegar þeir komu ríðandi inn í Rómaborg með gullljósastíkuna og þetta eini sigurinn sem Tíberías konungur kom með til Rómar. Það sigurbogi rétt hjá Kólósum
og þegar þú gengur þar inn undir sigurbogann, þá lágmynd á sigurboganum þar sem að menn eru að bera ljósastíkuna, gull-ljósastíkuna, 7 arma úr Jerúsalem og inn til Rómar. Og gyðingarnir halda því fram að hún sé ennþá geymd í Vatíkaninu í Róm, einhvers staðar í kjallaranum, ég veit ekkert það, en hún eflaust mjög dýrmæt vegna þess að hún öll úr gulli og gyðingarnir vilja örugglega fá hana inn í musteri þegar þau byggja það. Það þriðja sem ég vil nefna þetta við ykkur, gyðingar halda því fram að Vatíkanið sé með norræna og ef gull-ljósastíkan geymd þar, þá vitum við alveg að það verður innan skams komið fram við Vatíkanið einhver krafa að ljósastíkan hún þurfa að koma til Jerúsalem. Og það sem að gerast í því dæmi, það auðvitað stór þáttur í því að gyðingarnir ætla að byggja musterið. Þeir þurfa á því að halda. Við þurfum ekki á því að halda. Þetta ekki kristin lausn á málunum. Þetta gyðingleg lausn. Þegar ég minni ykkur á þetta hér, þá þetta svo athyglisvert að á einni og sömu nóttu þá kemur dómur og þetta ekkert ólíkt því sem að við erum að tala endurkomu Jesú Krists. Þetta verða mjög snöggar breytingar á okkar kringumstæðum. Og ég líka spyrjandi við því, sjáum við þessi samtíma tákn, hvernig okkar kynslóð að taka saman og notfæra sér helgidóma og veröldina og heiminn. Og ég ætla að nefna þetta við ykkur, þetta svona dæmi Rolling Stones, hvernig þeir blanda saman frægð, peningum og frama og sukki og ekki vantar það að þetta góð og vinsæl hljómsveit, en hvað þeir að gera með ljónið? Ljónið af Júdaættkvísl. Það alveg greinilegt að ljónið af Júdaættkvísl Jesús Kristur. Þeir nota það helgitákn utan á. Þeim finnst það eflaust voðalega flott. Ég ekkert viss að þeir hafi gert sér grein fyrir hvað þeir voru að handla með eða sýsla með. Það ofta á tíðum sem menn bara, þessi poppara, þeir taka upp bara einhverja flotta myndir og grípa myndirnar og nota þær sér til gagns. En bak við allar þessar myndir, þá líka boðskapur. Og þeir kannski sniðganga þann boðskap. Við erum með peningakerfi Evrópubandalagsins. Hérna eru 2 evrur, euro, þetta gríska útgáfan. Ef þið horfið betur á og sjáu þetta mjög vel. Þessar 2 evrur, þið sjáu að þetta útgefið 2002. Og hvað sjáum við hérna? Jú, þetta kona sem ríður á dýrinu. Og erum við að tala hér merki dýrsins? Erum við að tala þessa mynd? Erum við að tala það sem komið í Evrópu, sem að verða mjög opinberlega á móti kristnum gildum. Og Evrópubandalagið, það veit eiginlega ekki hvað það að gera þegar það að blanda saman þessu trúarlega. Það að setja sig í þessar nýju stjörnur. Þetta á að vera Corona Semiramis. Stjörnurnar allar eru afkomendur eða guðir frá Babyloniumönnum. Semiramis var eiginkona Nimrods. Og hún upphafið af allri þeirri spillingu sem við sjáum að Babylon nefnt og tengt við. Og hún sögð hafa fætt son sinn Nimrod, en það var líka eiginmaður hennar. Þannig að hún og eiginmaðurinn, hún misti hann dó, en þá var hún víst ófrísk, svo fætti hún barn og þá sá hún, þetta minn eiginmaður, endurfættur eða komin aftur. Svo að það alls konar svona duldar hugmyndir sem að koma fram í þessu trúalega og heimslega hjá okkur. Þetta okkar samtími. Þess vegna nefni ég þetta. Rolling Stones, tónleikar, peningarnir, þetta allt saman meira minna samtími okkar. Og ég held að við megum alveg nota þessar upplýsingar samtíman til þess að dæma hvað í gangi. Þetta ekki eins og út úr loftinu.
En yður fæ ég ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér að þér megið et og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja í hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels, segir Jesús Kristur og Lúkas hefur eftir honum. Nú má aðeins fá nýja glæru hérna upp, vegna þess að framhaldið af þessu er að við erum sjálf komin á þennan stað. Þú veist, þetta er bara það sem er að birtast fyrir augu okkar í dag. Og af hverju er Jesús Kristur gerður svona eins og þeir vilja gera? Af hverju er kirkjan að samþykja það? Kirkjan sem á að hafa það alveg á hreinu að Jesús Kristur er sonur Guðs. Þá vera alveg tært. Og Jesús frá Nasaret, það er ekki tilviljun að hann skulle vera kallað frá Nasaret. Nasaret þýðir heilagur staður. Og hann kemur úr hinum heilaga stað þar sem að þessu er ekki blandað saman eins og gerist í samtímanum okkar, í Evrópubandalaginu og hjá Babyloniumönnum. Það var einkenni þeirra trúarbragða að blanda öllu saman. Við erum kölluð til dæmis í kristinni trú til að taka okkur út frá heiminum og vera honum helguð. Og þetta er bara eitt af því sem ég vil nota sem spurningu fyrir mig, erum við virkilega að sjá þegar er verið að gera hinn helga mann að einhverju skrípi, erum við virkilega að sjá viðurstig eyðingarinnar að rísa upp á meðal okkar. Og ég veit ekki hvort að kirkjan ætli að bakka með þetta, en hún er búin að biðja svona afsökun á því að hafa sært einhverja, en myndirnar fá ennþá að vera strætó. Hvað gerir Guð í svona málum? Mun hann ekki verja sjálfan sig eða verður eitthvað gert? Sjáu þið næstu mynd. Það er svona fylgifiskurinn af þessu. Ég tek Evrópubandalagið, þetta var bara í blöðunum í gær fyrradag. Og þá sjáum við þessa konu, hún er með auðvitað fána samkynhneigðra og svo er Evrópubandalagið með fána sinn þarna bakvið og hvað kom fram? Ursula von der Leyen, hún er framkvæmdastjóri Evrópubandalagsins. Hún var að gefa pólskum stjórnvöldum mjög skýra mynd af því að það myndi ekki líðast í Evrópubandalaginu að einhver héröð í Evrópu væru undanþegin eða væri hinsingalaus svæði. Af hverju hafa þeir ekki frelsi til þess innan Evrópubandalagsins? Hvar eru mannréttindin að hafa hinsingalaus svæði? Nei, mannréttindin hjá þeim eru eingöngu bundið við það að hinsegin mega vera út um allt. Þeir verja þá, þeir teikna þá, þeir fá verið í kirkjunni, þeir fá verið allstar áhrifavaldar, en aftur á móti orð Guðs og kirkja Jesú Krist, hún fær ekki að vera það. Hvert eru við komin? Hvað er klukkan ef við förum að segja það? Erum við virkilega komin á þann tíma að við getum séð að þetta getur verið að gerast á hvaða augnabliki sem er að við verum hrifin upp til funda við Drottinn í loftinu? Ég held að við megum alveg spyrja að því. Næsta glæra, hún tengist þessu af því að í þessum tíma þá talar Jesús komu sína við það að það verður þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heimsins allt til þessa og mun aldrei verða. Og hvaða þrengingu er hann þarna að tala um? Þessi þrenging, sjáu þið, þetta er Mattheus 24:21. Þetta er í sama kafla og talað er einmitt fráhvarfið þegar viðurstig eyðingarinnar verður sett upp á helgum stað. Þegar Jerúsalem var rifin, henni var eytt og Rómverjarnir tóku helgiáhöldin og fóru með þau til Rómar og gyðingaþjóðinni var dreift og dreift út um allan heim. Og ég vil meina, og ég ætla að ganga út frá því núna, að þessi þrengingi mikla, hún byrjaði við það að Jesús Kristur var krossfestur og menn tóku ekki við honum. Þá hleyptur ykkur lausu sem að þeir hafa ekki getað stjórnað síðan. Og af hverju segi ég þetta? Það var ekki langt að bíða
frá dauða Jesú Krists og upprisu að þá fóru menn að drepa votta kristinna trúar. Stefán Píslavott, Jakob bróðir Jesú Krists, þið vitið hvað Sál frá Tarsus gerði og við getum rakið sögu kristnina á þann hátt að hún er alveg blóðum drifin slóð. Ekki það að kristnin hafi drepið, það voru þeir sem voru drepnir. Bara fyrir það eitt að bera Jesú Kristi vitni. Og hvað er svona hættulegt við það að bera Jesú Kristi vitni það að hann hefur frelsað þig og mig. Við erum frelsingar Jesú Krists. Þetta atriði var svo ógnvekjandi fyrir bæði gyðingdóminn, fyrir Rómverjana, að það voru leyfðar ofsóknir á hendur kristnum mönnum allavega fram til 300. Það var ekki fyrir 312 sem að er samþykkt og viðurkennt að kristnin eigi rétt á sér og verið gerða ríkistrú í Róm. En þessi þættir, þeir hafa fyllt okkur síðan. Við heyrum líka fréttirnar á Kína í okkar tíð. Að hinir kristnu þar, þeir verða fyrir miklum ofsóknum. Það er ekki langt síðan. Þegar við vorum bara ung, svona í kringu 20, 30, þá vorum við alltaf að heyra meira og minna frá ofsóknum kommunismans gagnvart kristnum mönnum. Þetta hefur fyllt kristninni og ég vil meina að þrengingatíminn, hann hófst þarna á þessum tíma og kristnum var upp á láta að læra að lesa af þessum tíma. Undanfarinn var viðurstig eyðingarinnar á dögum Daniels, viðurstig eyðingarinnar þegar gyðingarnir völdu ekki Jesúm Krist, heldur tóku annað yfirvald, yfirmusturið eftir að Jesús var dittur. Og svo kom drottinn með þarna viðvaranir til þeirra að þeir myndu flýja, þeir myndu koma sér í burtu frá Jerúsalem þegar þetta gerist. Og komið núna með mér í Opinberunarbókina 7, vers 9-18, af því að þetta er svona samhangandi efni sem að ég ætla að nefna við ykkur. Við erum búin að fara í Daniel 9:27. Mér finnst mjög áleitið og það er mikil áskorun fyrir mig að benda ykkur á einmitt þessi efni. Ég ætla sjálfur að lesa innan bókar 20. versið í Mattheusi 24 og svo förum við saman í Opinberunarbókina. Af því að þetta eru bara, ég held að Jesús sé að meina það að við eigum að þekkja og skilja því að þetta er alveg örugglega stórt og mikið mál. Í Mattheusi 24:20 segir hann biðjið að flótti yðar verði ekki vetur eða á hvíldardegi. Þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims, allt til þessa mun aldrei verða. Þannig að við getum sagt að hann hafa rétt að standa í 2000 ár. Eru þrengingatímar búin að vera. Hvorki meira né minna. Hvenær lýkur þeim? Það er svo spurningin. En í Opinberunarbókinni 7, 9-18, er eitthvað með það til að lesa? Eftir þetta sá ég og sjá, mikill múgur sem enginn gat tölu var komið af öllum þjóðum og kynslum, lýðum og tungur, stóð frammi fyrir ásettunum og frammi fyrir landinu, skrýddur hvítum skikkjum og hafði pálmagreinar í höndum. Og hann hrópaði hárri röddu, hjálpaði kemur frá Guði vorum sem í ásettunum situr og landinu. Allir englarnir stóðu kringum hásætið og öldungana og verurnar fjórar og þeir féllu fram fyrir hásætinu á ásjónu sínar tilbáðu Guð og sögðu: Amen, lofgjörðin og dýrðin, viskan og þakkargjörðin, heiðurinn og mátturinn og krafturinn sé Guði vorum aldir alda. Amen. Einn af öldungunum tók þó til máls og sagði við mig: Hverjir eru þessir menn sem skrýddir eru hvítum skikkjum og hvaðan eru þeir komnir? Og þá sagði við hann: Herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingum miklu og hafa hvítþegið skikkju sínar í blóði landsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans og sá sem í hásætinu situr mun búa hjá þeim. Þá mun hvorki hungra né þyrsta framar og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur breiskja vinna þeim megin. Því að landið sem fyrir miðju hásætinu mun vera hirðir þeirra
og leiða þá til vatnslinda lífsins og Guð mun þerra hvert hár af augum þeirra. Og sjá hvað þetta er. Þetta eru þeir sem eru komin úr þrengingunni miklu. Og hversu langvinn var þessi þrenging? Þeir eru greinilega geymdir á himnum og mín þýðing segir að þeir eru þjóna honum í dag og nótt í musteri hans og hann tjaldar yfir þá. Og sá sem í hásetunum situr mun tjalda yfir þá. Þannig að þeir verði í skjóli hins hæsta. Og þitt sagði að hann muni búa meðal þeirra, var það ekki? Búa með þeim. Það er svo sem eitt og hið sama getur við sagt. En þetta eru fyrirheitin sem að við höfum úr þessari 2000 ára sögu. Ef að kristnir hafa orðið fyrir þrengingum og fundið fyrir andstæðu eða mótmælin, þá vitum við að Kristur mun verða okkar skjól. Og allir þeir sem eru farnir á undan og hafa reynt fjandskap heimsins, þeir verða í skjóli hins hæsta. Það er alveg öruggt mál. Svo við sjáum að þetta er undanfari sem að Drottinn er að tala við okkur, að verði einkenni á þeim tíma þegar áður en hann kemur og hann muni stöðva einmitt þessar breytingar. Ég er með eina bók sem að mér langar að sýna ykkur. Ég keypti hana í Eymundsson. Þetta er bók sem er gefin út af British Museum og þetta er svona söguatlas sem þeir hafa búið til á mjög skemmtilegan máta, að ég get dregið út blaðsíðurnar og ég get séð svona miklu heildstæðari mynd af því hvað Biblían hefur verið að boða. Og þetta nær alveg yfir 6000 ára sögu og nú ætla ég að leyfa ykkur aðeins að sjá hluta af þessari sögu sem að mér finnst eiga erindi til okkar, allavega á þetta mjög mikið erindi til mín. Ég ætla að fara með ykkur inn í þá tíð sem að við tökum fyrir sem upphafstíð Jesú Krists eða tímabils Jesú. Við erum komin að þessum tíma þegar Jesú stendur hér eða negldur á krossinn og hann er greinilega svona ákveðið tímamerki, stór og mikil tákn breytta tíma. Heilagur Andi kemur hérna á eftir og svo getum við fyllt sögunni eftir því sem að leið liggur og við getum alveg farið til okkar tíma ef að því er að skipta. En svona til að bara benda ykkur á þessa í sjónhendingu, að þá erum við að tala að þrengingatíminn, hann hefst á þessum skeiði. Svo að þrengingatíminn frá dauða Jesú Krists til okkar daga er greinilega skráður í mannkynssöguna. Og þú veist alveg, það eru hvert atriði af öðru sem hérna er nefnt, sem dæmi hvað átti sér stað, hvað gerðist, hvenær þetta átti sér stað. Hér er talað Hinrik VIII sem stofnaði biskupakirkjuna bresku og af hverju stofnaði þá kirkju? Jú, hann þurfti að fá blessun kirkjunar yfir hjónabandi sitt því að hann var búinn að hálshöggva konu sínar og kirkja var búinn að segja við hann, við blessuðu ekki í hórdómi og þá sagði hann bara, þá stofnaði mín eigin kirkju. Og breska biskupakirkjan, hún á upphaf sitt þar. Og við getum séð að þrengingatíminn er búinn að vera síðan. Það eina sem að breska biskupakirkjan hefur að státa af er það ef hún varðveitir fagnar erindið Jesúm Krist, ekki endilega sögu sína. Þannig að þetta eru mjög stór og merkileg atriði. En það er þetta sem ég vil meina. Þrengingin mikla, hún upphófst og er búin að standa yfir í 2000 ár og henni er að ljúka. Og það er kannski það besta sem við fáum í okkar tíð. Það er að við erum að sjá að þrengingatímanum er að ljúka. Þess vegna segir Biblían líka við okkur, biðjið þið Drottni Jesúm að flýta fyrir komu Guðs dags. Og það hefur bara gríðarlega mikið að segja. Ég ætla aðeins að nefna eitt atriði við ykkur í viðbót. Svo getum við spjallað svolítið saman.
þetta síðasti þátturinn í að sjá hvernig við eigum að fá eins og nýjan helgidóm. Og af hverju nefni ég þetta? Ég hef með þetta í 2. Mósebók 23:8 ennþá, þetta átti að vera 25:8. Ég hef búin að breyta þessu 3 sinnum en tölvan hefur ekki alveg samþykkt þetta. Og það af því að við eigum svona ákveðna sögu að segja gyðingana og sem tákn sem fylgja þeim endurkomuna. Og það alveg vert að taka svolítið tíma og rannsaka einmitt hvað gyðingurinn hefur að segja og hvers vegna þetta á sér stað. Í dag ekkert musteri til. Þeir að rannsaka þetta svæði hvar musteri stóð og þetta gríðarlega sterk pólitísk hreyfing innan Ísraels að þeir búi til musterið. Við höfum sögu musterisins í fortíðinni, þá erum við alveg búin að sjá musteri Salómons og við vitum alveg hvar það var byggt, þreskivöllur Ornans Jebúsíta. Það álitið að Abraham hafi ætlað að fórna syni sínum Ísak þar og það getur vel verið. Sumir meina það líka að þarna hafi Jakob dreymt sinn draum og sé stígan upp í himinin. Að öllu líkindum það aðeins norðar, það sem kallað Betel enn þetta í dag. En sko sögurnar eiga alveg sitt erindi þó að við getum ekki alveg staðsettar réttar. En við vitum allavega að lóð musterisins, hún var frá eign Davíðs konungs, Ornans Davíðs og til Salómons. Svo var það musteri rifið, Babylóniumenn rifu það, notuðu helgi áhöldin og þá féll Babylóníuborg. Þá reistu gyðingarnir musteri Serubabels, þetta talaði Sakaría. Síðan var það lagað, þetta musteri, því það var ekki rifið. Það var bara lagað og betrumbætt. Og Herodes konungur, hann lét betrumbæta musteri Serubabels. Og þetta kallað fyrsta musteristímabilið, annað musteristímabilið og þriðja musteristímabilið. Þeir voru 70 ár að gera musteri Herodesa klárt. Og þegar Jesús kemur þarna að musterinu og lærisveinarnir segja, sjáðu hvílíkir steinar og hvílíkt hús, að þá sagði Jesús við þá, hér mun ekki standa eftir steini við steini. Og hann sagði líka við þá, ennþá meiri áskorun til gyðingana, rífið niður þetta musteri og ég skal byggja þau upp á 3 dögum. Hann hafði nóg af vinnuliði á himnum, bara kallaði englana. En það var rifið niður árið sem var tilbúið. 70 eftir Krist, þá var musterið lýst klárt, tilbúið, búið að byggja það, allt saman klárt. Þá komu rómverskar herdeildir, rifu það niður og brenndu og það stóð ekki steinn yfir steini. Svo nákvæmlega rættist þessi spádómur að gyðingarnir eru núna 2000 árum seinna enn að reyna að finna. Var það upp á musterishæðinni eða var það aðeins sunnar? Og menn eru svona að spekula svolítið í þessu. Nú, hina síðustu tíma, það musteri sem að Páll að vísa til, Opinberunarbókin talar og ég get ekki annað séð að í Þessalóníkubréfinu þá sé verið að tala að Antikristur, hann muni setjast að í musteri. Hann ætli að setjast í hásettið og þá verður eiginlega musteri að vera komið. Svo að þegar við komum að þessum þætti, sískinni, þá eðlilegt að við förum að spyrja, hvað pólitíkin að segja? Hvað saga gyðinganna að segja? Hvað eru fréttirnar að tala Hvað að gerast núna? Og það alveg stórmerkilegt að sjá hvað að gerast milli gyðinganna og Trump. Og takið eftir þessu hérna. Musteri það snerti mikið á hlið málsins. Það sem þeir koma úr þrengingunum miklu munu þjóni musteri Guðs. Musteri ekki í hinni nýju Jerúsalem í Opinberunarbókinni 21. Frá musterinu best rödd Guðs. Frá musterinu á himni koma englarnir 7 með plágurnar 7 og annar engill gekk út úr musterinu og hann hafði líka bitra sigð. Þannig að uppskeran, hún kemur líka þaðan. Þannig að musterið hefur afskaplega mikið að segja framvindu mála. Við skulum skoða líka það sem að snertir okkar þætti varðandi þetta hér.
Þetta bara eitt rammpólitískasta mál sem að við bara nefnum á Vesturlöndum, en vestræni fjölmiðlar, eins og fjölmiðlar hér á Íslandi, þeir skilja ekki þetta mál. Þeir hafa aldrei gert þessu skil. Þeir hafa eiginlega skrifað bara Trump eins og hann sé eitthvað fáráður og vitviringur og menn hafa látið ýmislegt frá sér fara sem við sjáum að Trump í allt öðru ljósi heldur en kannski eðlilegt er. En hvað er þetta sem gyðingarnir segja? Þetta áskorun sem kom fram á síðasta ári, það sem að þeir eru að hvetja Trump til þess að ganga inn í smurningu Kýrusar Persakonungs. Þetta bara mynd af einhverjum, þeir viti ekki hvernig Persakonungur leit út þá, en þeir eru með þessa hugmynd að Trump, hann vilji styðja þá í að byggja musterið. Ég á svona peninga og þetta eru musterispeningarnir, það þýðir að ef ég kaupi einn pening þá er ég að leggja peninga inn í musterisbygginguna. Þá fæ ég pening í staðinn. Og hvað er verið að segja við okkur? Svo ég er eins og hluttakandi í þessu. Og þetta keypti ég vegna þess að mér finnst þetta svo mikið tákn að við sjáum að þetta er akkurat að gerast meðal gyðingana í dag. Þeir eru að hvetja þig til að kaupa annað silfur eða gull. Það er musterisbyggingin sem sést á þessu. Svo er þið með áletrun á hebresku og segir alveg hiklaust til þess að uppfylla 70 árin. Jerúsalem var 70 í fyrra held ég að verið, eða þar áður, 48, 18. Og við getum séð að þessi þáttur trúar gyðinga er alveg gríðarlega mikilvægur fyrir þá. Og ég held að við séum bara áhorfendur að því sem að er að gerast í Jerúsalem. Ef við bara fylgjumst með þá sjáum við þetta á netinu, en við sjáum þetta ekki í íslensku fjölmiðlum. Og af hverju er lokað hjá íslensku fjölmiðlum fyrir þessu upplýsingar? Þeir standa vitlausum megin. Þeir taka ranga ákvörðun. Síðast atriði sem að ég ætla að fá að nefna við ykkur núna, áður við hættum, það er þessi tími sem við höfum. Gyðingunum voru gefin 490 ár. Það segir í Danielsbókinni 77. Og það er nánast örugt mál að það sé hægt að reikna það út hvernig þessu tíma var varið. Stundum var þessi tími í gangi, svo í annan tíma þá var hann stopp. Og það er svolítið athyglisvert að fyrsta sjöundin af þessum 490 árum var valdatími Kýrusar Persakonungs. Hann er sagður vera fyrsti smurði. Hann er sá smurði vegna þess að hann leysti gyðingana úr babylonsku ánauðinni. Þeir fengu að fara heim. Og þess vegna er þessi Persakonungur, hann er eins og einn af blessuðustu mönnum veraldarinnar og í augum gyðinga hinn smurði, því hann hleypti þeim heim. Uppbygging og vígsla hins háheilaga tók 62 sjöundir frá því að gyðingarnir fengu að fara heim og þangað til að vígsla hins háheilaga var búinn, þá erum við að tala um 69 sjöundir. Ef þú bætir 7 við þessa tölu, þá ertu komin í 69 sjöundir. 7 er auðvitað það sem að Kýrus ríkti. Hvað er þá eftir af þessum 70 sjöundin ef 69 eru búnar? Og þetta vígslans háheilaga, menn eru sammála að það var krossdauði Jesú Krists. Við að Jesús dó, þá stoppaði klukka Guðs. Tími gyðinganna stoppaði og það er eitt mjög athyglisvert við þann atburð að þegar æðstipresturinn heyrir Jesú játa það hver hann er, þá reif hann klæði sín og leið og hann reif klæði æðstaprestsins, þá var þjónustu hans lokið. Því að hann gat ekki gengið fram fyrir Guð í erindum líðsins og sjálfsín öðruvísi en að vera í þessum klæðum órifnum. Trúlega voru þetta klæði sem að Móse gerði fyrir Aron. Svoleiðis að þetta var mjög söguleg skikkja. En æðstipresturinn reif hana og við getum þá sagt
Það var tákmynd upp á, nú var prestdómi Arons lokið, nú var nýr prestdómur að renna í garð og það var prestdómur Jesú Krists. Enda hann kynntur fyrir okkur í Hebreabréfinu sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hvar er síðasta sjöundin? Það er ein eftir. Hvar er hann að finna? Er hún í gangi núna eða á hún eftir að fara í gang? Og það er auðvitað atriði sem við þurfum að spjalla saman um. Ég tel að hún fari í gang leið og þau setja hornstein musterisins eða að þeir víja musterið. Þá held ég að síðustu 7 árin fari í gang. Við þurfum ekkert endur að vera sammála um það, þið vitið alveg að ég hef á rétt að standa og þá er bara tíminn leiða það í ljós. En þið vitið, þetta er það sem er áleitið fyrir mig. Ef að þetta er rangt hjá mér, þá bara biðst ég auðmjúklega afsökunar, en ég ætla að benda ykkur á einmitt þetta, að tímabilinu er þannig skipt niður. Og að síðustu þá erum við að tala um líka að hluti af þessum tíma okkar er lokatími þessa þringingatíma. Já, ég held að þetta er kannski allt í lagi. Hún er connect núna. Er ekki? Svona. Við tökum fyrir bæði frá Jesaja 44, Jesaja 45 og þá sjáum við hvernig hinn smurði kemur frá. Ég er sá sem segir við Kýrus, hann er hirðir minn, hann skal framkvæma vilja minn og segja Jerúsalem, hún skal endurist verða og musterið grundvallað að nýju. Sjáu þið, það er Jesaja sem segir þetta. Hvenær var Jesaja uppi? Í það minnst að 200-300 árum áður heldur en Kýrus fæddist. Og hann nefnir það með nafni. Ég bið svona spátum okkar á meðal. Það hefur bara nafn og kennitala, takk fyrir. En svona er andi Guðs mjög nákvæmur og við sjáum að þessi staða, hún er alveg greinilega vitnisburðurinn guðlega handleiðslu í sögu gyðingana og guðlega handleiðslu hjá þeim sem á hann trúa. Síðasta atriðið, Jesaja 45, svo segir drottinn við sinn smurða við Kýrus, sem ég held í hægri hönd á, til þess að leggja að velli þjóðir fyrir augliti hans og spretta belti af lendum. Kýrus fær þarna mjög veglega sess í sögunni. Það er vitað nákvæmlega hvar grafhýsi hann stendur. Þetta er myndir af þessu og ef þú kemst til Íran, að þá er hann þar sem ein stærsta sögupersóna Persaveldis. En ég er ekkert viss að Persar þekki svo vel hver þessi maður var. Einn af þeim smurðu sem hlustaði á rödd Guðs og lét framkvæma einmitt hennan stórkostlega vilja að gyðingar þetta væri heim, musteri yrði byggt og það var verið að undirbúa næstu komu. Við förum í fleiri atriði svona varðandi endurkomuna á næsta laugardag. Takk ykkur innilega fyrir góða áheyrn. Amen. Einhverjar spurningar?